5, 4, 3, 2, 1. Já, sælir, frystir og kælir, góður áhorfendur. Ég heiti Lelsarjó. Ég heiti Gummi Kólmann og við erum báðir leikmenn í Selir og við ætlum að vera með ykkur hér í kvöld í þessum æsispennandi leik á móti sem er Tröll á móti Höfðingjum. og þetta eru bæði lið sem hafa verið að standa sig mjög vel hingað til í mótinu og það er erfitt að segja hvaða lið er sigurstranglegra. Já, mikið. En allavega, við spurðum liðin aðeins fyrir leik nokkra spurninga og við spurðum sem sagt hver heldur að vinnir leikinn. Og Sindri í Tröll, hann sagði Tröll vinnur. Og svo spurðum við hver er veikasti og sterkasti hlekkurinn í liði höfðingja? Og Sindri svaraði Finnsi og Finnsi. Finnsi og Finnsi, sagði hann. Þannig að Finnsi er sterkasti og veikasti hlekkurinn í þessu liði og svo Mjög áhugavert. Mjög áhugavert. Þú kallaði höfðingjar. Já, ég talaði við Íló og hann var kannski með svona aðeins eðlilegra svar en Tröll. Hann sagði sem sagt hvernig þetta leikurinn fari. Hann sagði við höldum að þetta verið gríðarlega jafn leikur og ómögulegt að segja til hvernig hann fari. Og það er svona, ég get bara verið sammála því. Það er svolítið erfitt að segja hvernig þessi leikur fari. Hann gæti fara á beggja vegna, sko. Já, þetta er náttúrulega tvö gríðarlega sterk lið og það er náttúrulega dagsform og allt það sem spilar inn í, þannig að það getur alveg farið á báða vegir, sko. Já, klálega, sko. Og ég er alltaf, ég veit ekki þig Gummi minn, en ég er til í að sjá einn rosa leik, sko, back and forth bara, þú veist, 1-0, 1-1, eitthvað svona rugl, sko. Já, ég peppa verið í það, sko. En ég ætla að klára veikleikar, styrkleikar. Ég spurði líka hver er veikleikar, styrkleikar Tröll og hann svarar sem sagt, hann segir reyndar ekkert neikvætt, sko. Hann segir þeir eru gríðarlega vel samstilltir og búa yfir mjög miklum einstaklingsgæðum. Það hann hrósar þeim Hann hrósar þeim og hann er svona svolítið humble og það er bara, ég held að það sé bara svona rétta mindsetið, þú veist, að fara í svona leik. Það, þú veist. Já, virða andstæðinginn en ekki of mikið, ekki sína of mikla virðingu en virða samt. Ég er að segja að þú verður að virða andstæðinginn en vera samt confident. Nákvæmlega. Þú veist, að því þessi lið þeir eru bæði það sterk að þau komast í gírinn, þá fá þau ekkert stoppað. Og við höfum séð það, þú veist, við erum búin að sjá
Við erum búin að sjá höfðingja vinna atgeira og tröll eru bara búin að vinna alla leikina sína í mótinu. Já, rugl. Við erum búin að vinna mjög sterk lið og það er allt opið í þessum leik. Og við svona kannski, svona frá mínu perspektíf, þá eru, þú veist, eins og Sindri sagði, þá eru höfðingjar með rosa sterkar leikmann, með Finsa. Já, en það skiptir það samt mest máli er team synergy. Já, það er rétt. Og Tröll hafa líka sýnt það, sérstaklega með Bölvun, að þau voru svona kannski með svona, þau voru svolítið svona undir sko í einhvern tveim öppum, alveg loka metrónum og svo allt inni bara þeir gefast aldrei upp og bara, ég man ekki hvort það var Mundi eitthvað hannig á Assin sem drap hérna förrun í Dorado, mann skemmti því. Jú, í loka. Það var rosalegt. Þeir, þú veist, þeir eru með stáltaugar, Tröll eru með stáltaugar. Nákvæmlega. En ég allan að er bara mjög spenntur yfir þessu og ég er bara búinn að opna bjór og ert þú ekki búinn að gera það sama? Nei. Getur ekki sagt það. Lélegt. Já. En já, við erum bara ready. Við getum ekki beðið eftir þetta byrji. Og eins og í þessari umferð þá er fyrsta mappið alltaf Ilios. Í þessari umferð, já, það er þannig. Það er Ilios í þessari umferð. Og það er spurning, við erum að fá spurning hvað er rönna út á í þessu mappi. Já. Ertu með einhver, hvað heldur þú að hvað komp heldur þú að það er velji? Ég veit ekki alveg hvernig kompið verði en ég samt býstu við því að við sjáum Lucio, þú veist, í báðum liðum. Þetta er svolítið svona, það er hólan í miðunni og það er alltaf gefur svona tækifæri á að ýta fólki inn í hóluna. Eins og sjáum við. Við sjáum að höfðingjar þeir eru með svona standard brawl komp með þetta Lucio, Speed Boost með Mei, með Dífu, Ryan, McCree, Balp á meðan að Tröll eru með Hamster, þeir eru með Dífu, Förru, Symmetru, Zenyatta og Mercy. Við erum að sjá að Symmetran er náttúrulega bara til að TP-a liðið út fyrir hrað til að komast hraðar í fætinn, en það skiptir yfir í Tracer. Sjáum að þetta byrjar og CMD slamma niður. Og Tröll eru bara svolítið að skjóta á þá, þeir eru bara svolítið að fela sig þarna inni og eru örugglega að leita að targeti til að spýta á. Já. Og það er svolítið erfitt á móti þessu kompi þar sem þetta eru mjög mobile hitir. Og Sindri nær og Kaldina, þetta er bara back and forth þarna sko. Sindri nær 2 pickum. Hoster svarar. Þetta er bara, þetta er 50-50 hérna. Það sýnist þann, höfðingjar, þeir eru búin að kappa. Þeir eru búin að kappa og nú er það bara að lifa af og halda punktinum. Og Ilo er komin aftur á ræninum til að reyna að halda þessu gangandi. Og sér hérna Mundi, þeir eru mjög erfitt með að díla við þessa föru. Já, þetta farmersi er rosalegt. Og það er mjög erfitt að díla við þetta og þeir eru bara að reyna að halda punktinu núna, þeir þurfu ekki að gera mikið, en CMD tekur út Mercials. Mundi kemur inn og tekur út Strandaglópa. Trölladráp. Og það er komið Trans. Hann ýtir Ilo út af. Hospes últar. Notar frís en nær engum. Og þetta virðist vera... Tröll virðist vera að svara hana og... Þeir virðist bara vera að taka punktin núna. Þeir komu sér í 50%. En Ilo kemur aftur og er að tefja og það er ennþá að tikka prósenti fyrir höfðingja. Þeir eru að tefja þetta rosa vel, en... Já, það var auka 8% þannig sem hann fekk. Já, og þeir komu í 56%. Þetta byrja mjög vel fyrir höfðingja, komin í 56%. Nú þurfum við bara að sjá hvernig Tröll heldur þessu, sko. Já,
þeir eru bara að fara að spamma þá með förunni. Þeir eru með Zenyatta Discord líka. Þetta verður erfitt fyrir höfðingja að ná punktinum núna þegar allir eru komnir í gott position. Sindri þarna að bíða eftir okkur. Skýta inn, fara upp. Skýta upp. Hann tekur. Ná báðum hýrur núna og nú er þetta, myndi ég halda þetta væri bara að tefja fyrir tefja eins lengi og hægt fyrir tröll. Þeir eru að klína þetta upp höfðingjarnir. Já. Gálgafrestur að halda þessar punkt. Hann er bara að tikka prósentum fyrir liðið sitt. Og þetta er bara stál í stál. Úff, hann hafði næstu að... Boltinn var aðeins og seinna tikka fyrir prósentum. En höfðingjar eru komnir með yfirráðið í punktinum og komnir í nánast 70%. En þeir eru með, tröll eru með barrage og pulsebomb. Á meðan að höfðingjar eru með nánast öll útliðsins, 4 últ. Þannig að það verður mjög áhugavert að sjá hvað gerist núna. En á alla mundi nær Makrínum. Hann windowar. Hospes tekur út hamsturinn og barrage. Barrage skilar ekki miklu. Hospes tekur út mynda. Egillar hendur út Valkyrie. Strandaglópi tekur út Zenyattuna og það er 99%. Nú er spurning hvort að höfðingjar náðu að halda þessu eða hvort að myndin næði þessu. Já, myndin nefnilega komin aftur en... CMD er á hamstrinum, hann er að halda þessu gangandi, hann er að halda þessu lifandi voninni. En, já, og Mercyin er á þeim snertir. En höfðingjar tryggja fyrsta punkt á Ilios. Á Ilios og þeir eru komin með 1 stig í kladdan en þurfa náttúrulega annað til að vinna mappið og það er spurning Hvaða mapp verði næst? Já, og það er spurning hvort að tröll ætla að halda bara sama kompið að breyta eitthvað til. Sé Mundi er búinn að skipta yfir í Ash og þeir eru komnir á Double Bubble eða hvað? Jú, Double Bubble. Já, ok. Zarya og Winston. Þeir eru með Lucio og ég held að Lucioinn í liði tröll sé bara til þess að spýta í burtu önunni og jafnvel Zaryunni af því þeir eru rusha svo harkalega á þá höfðingjar með þetta Þeir nota teleportið aftur, alveg svo hann. Taka high ground, tröll tekur high ground á meðan að höfðingjar rusha inn í húsið. Og Nú bara þeir bara í CMD hérna. Þeir ætla bara að fara á, höfðingjar ætla bara að taka punktinn, fá prósentuna til að tikka inn. Kaldi er bara á tilbúin að kappa punktinn. CMD tekur út Mercyals. Þetta eru 5-4. Já, þetta er 5v4 núna. Mér sýnist tröll vera að Sýnist bara tröll vera að klína þetta upp. Þetta virðist að hafa verið gott komp þarna sem þið völdu. Já, þeir eru á þessu Double Bubble sem við höfum séð tröll vera að spila óa mikið og þeir hafa verið að ná mjög góðum árangri á þessu kompi og svona, þetta virðist vera bara svona, það er mjög erfitt fyrir önnur lið að díla við þetta komp hjá þeim. Sjáum að CMD er búinn að setja upp hérna bak við þá og hann hoppa bara niður á þá. Höfðingjar fara strax fyrir punkt. Bara forsa punkt og En CMD nær Tracerni og þeir ná að klappa. Tröll eru ekki með CMD á apanum og höfðingjar ná punktinum. Nota glugga. Gálgafrestur er með nano og grafar. Þetta er bara... Finnst í sindur út af. Bobba punkt. CMD notar ulti sitt á apanum. Finnst er að... Finnst er bara að stóla núna, þetta er bara clean up hjá tröll. Þeir ná að halda... Ná að taka punktið tilbaka, en þetta var fínt rush á höfðingjum að þeir náðu þarna 28% fóru beint á punkt. Heldur betur.
Og það spurning hvort ég geri bara það sama, forsi bara punktinn aftur og láti þá tröll þurfa að reakta við því. Nákvæmlega, við sjáum CMD vera aftur hérna upp á. Mundi tekur út Hospes. CMD hoppar í. Og þeir eru að kontesta punktinn, þannig að Þvílíkur skattir, með tveimur. rosalega skattir hjá Elo. Zarya fellur, Lucio fellur hjá tröll. Elo er þarna bara að fleygja hamrinu sinum og Þeir svara. Þeir ná punktinum. Þetta er greinilega... Þetta er fram og tilbaka, gummi. Já, þetta er bara fram og tilbaka. Virðist vera þessi strategi hjá þeim að bara fara á punktin og forsa fight sé að virka fyrir höfðingja. Þeir eru búin að vinna í raun og veru 2 fighta bara á því að spýta beintin á punktin. Og Við sjáum þá vera að taka sér stöðu núna, safna í lið. og við séum núna ultin hjá tröll, þeir eru að safna í... Hann Sindri pölsar Hospes. Nú eru þeir 6 á móti 5. CMD er komin inn á punktinn. CMD er með ult, alltaf hann geti notað. CMD tekur út McCreen. Þetta lítur ekki vel út fyrir höfðingja hérna, þeir eru bara klínit upp. Og þeir notuðu í raun og veru ekki nein ult. Nei, ég held að bara þegar að, hver dó þarna af Puls, var það ekki... Sindri tekur út Hospes með Puls og þeir ná punktinum bara án þess að nota nein ult. Já, nákvæmlega, þeir bara vilja spara ult. Sindri tekur út kalda. Sindri er rosalegur á sem Tracer. Hann er bara að ná entry picki hérna aftur. Og þetta er svo blóðugt að missa bappinn út. Já. Þeir þurfi í raun og vera að bíða eftir honum. Og tíminn tikkar niður 93, 94, 95, hvað gerist? Þeir spýta inn. Gálgapressu tekur út Lucio. Vinci bomba. Ífur. Nær Munda. En Gálgafresturinn er góður grafi. Og þeir virðist vera bara gott clean-up hjá tröll. Eða hvað? Hann últar að Strandaglópi, hann næri að snerta, en... Næsti! Næstu því. Og þetta er komið í 1-1. Þetta er rosalega spennt. Þetta er akkurat það sem við vorum búin að segja í byrjun. Já. Þetta er bara mjög jafnt. Þetta er bara stál í stál. Þetta eru bæði lið sem bara, maður veit í raun og ekki hver vinnur þetta. Nú erum við komin á 3. punktinu Ruins og við sjáum að þeir halda sig á tröll, heldur sig á Double Bubble en fá í staðan fyrir Asfáði Vittó og í staðan fyrir Tracer Sombru. Þetta verður áhugavert. Og á meðan að höfðingjar halda bara saman koppi og þeir eru búin að gera öll möppi. Það verður áhugavert að sjá hvort að myndi nær einhverjum pikkum á Vittó. Þetta er náttúrulega eitt besta Vittó-mappið og höfðingjar róteta saman og myndi nær út Mörkjáls. Myndi er stórhættulegur á þessari Vittó. CMD hoppar inn og Egillari tekur út Hospes. Þetta lítur ekki vel út fyrir höfðingja. Nei, þeir eru undir núna, 3 menn? Nei, 2. Þeir eru 4-6. CMD er bara í þeim, hann bara lætur það ekki í friði. Nei, þetta... Tröll virðist að vera að taka núna punktinn í byrjun allan. Þetta byrjaði allt með góðu Vittó-pikki á Munda. Og svo bara einhver með náðu meginni líka. Við sjáum að CMD er með 84% í ult charge og Sindri með 88%. Sindri er búinn að farma upp EMP mjög hratt á somnum. Þannig að EMP geti verið mjög erfitt fyrir höfðingja að díla við núna. Við sjáum að tröll eru núna með eiginlega ult advantage hérna Og Hospes er kominn á Reaperinn. Áhugaverð breyting. Kannski til þess að höndla CMD betur á Winston. Já, ég held að CMD, hann bara lætur ekki í friði. Hospes tekur út Sindra. Þeir eru ekki með þá EMP. Þeir eru ekki með EMP. Tiltækan núna. Þeir spýta inn, hann... Elo í smettinu á Gálgafrest. Tekur hann út. CMD últar.
Alltaf reyna að halda þessu eins lengi og hann getur. Þið er nú bara að tefja Sindri sem kom tilbaka núna og þeir eru með Vittó líka. Strandaglögg fer bara á illusionum í Vittóna, Hospes nær CND og Höfðingjar komnir með punkt. Jú, en CMT ná að halda mjög lengi í últinu Já, sinu. þeir náðu þessu upp í 58 sem bara er nokkuð gott og Nú sjáum við Sindra hana í bak. Sérðu Sindra í bak? Já, hann er að setja upp fyrir EMP. Ég myndi halda að hann var að setja upp fyrir EMP núna. Og EMP Þeir ressa inn. og Nano Monkey. Mercials tekur út Sindra. Íló nær, öllnadráp. 4 og 4. Þetta er mjög tætt núna. Hospes er elda í. Hann er tekið, það lítur út eins og tröll muni ná punktinu. Þeir notuðu líka, þeir notuðu EMP, þeir notuðu Nano. Og það tvennt saman, að vera með Nano Boosted Monkey og EMP, það er erfitt að díla við það. En mér fannst Höfðingjar vera, þeir héldu sig, þeir gátu unnið hennar fight. En Já, þeir eru með fleiri últa núna, sko. Núna eru þeir bara með 5 últ, þannig að það er spurning hvað gerist núna. Teinsit missir mekkin strax. Þeir grafa. Þetta er dýrkitt fyrir höfðingja. Þetta er dýrkitt. Þeir eru að missa af lestinni. Þeir þurfa að gera eitthvað. Þessi últar en hittir engan. Virðist eins og tröll sé bara að taka þessu. Já, það virðist vera það, gömur minn. Mercials últar nær einum en jú, Tracer er að stóla og hann er tekinn út strax. Já, þetta. Vel spilað hjá báðum liðum og við sáum að tröll eru búin að vera að spila þetta double bubble comp núna og þeir breyttu DPS line-upinu aðeins fyrir Ruins síðasta mappið og myndi var að ná picks á Vittó og þetta var erfitt fyrir Höfðingjar að díla við þegar hún komið með sombruna á EMP. Já, það sýnir hvað er gott að skipta bara hann pikkar Vittó nær pikki, þú veist þetta er þriðja mappi, hann er ekki búinn að spila Vittó neitt í hinum 2 möppunum. Sýnir hvað er gott að hafa mismunandi picks. Þeir eru fjölhæfir þessir DPS spilar hjá tröll og er ekki hræddir við að skipta ef þið þurfa þess. Þetta þvílíkur leikur, ég er bara að fá hjartavandamál. Nú fá Höfðingjar að nú fá Höfðingjar að velja mapp og það verður áhugavert að sjá hvað það er. Ég ætla að giska þessi Kings Row. Ég ætla að giska þessi Kings Row hjá þeim. Það hafa verið að spila Kings Row mjög vel og ég heldur að við spilum við og þá held ég að hafi valið það. Já, mér sýnist þeir vera sterkir þar. Og það er mjög gott fyrir kompið sem þeir eru að runna, þetta brawl komp sem þeir eru mjög góður í. Þannig að spurning hvort þeir hvaða mappir taka. Þeir tóku fyrsta mapp, Höfðingjar, 1-0 og svo vinna hinir bara 2-1. Þetta bara breytist mjög hratt. Maður myndi halda að þeir væru með the momentum behind their sails, skilju. Svo komum við bara með nýtt komp, tröll komum bara breytt í double bubble sem hefur verið að virka ótrúlega vel fyrir þá. Og það er svo erfitt að díla við CMD á apanum, hann er svo óhræddur við að hoppa bara inn og já, hann er alltaf í andlitinu á öllum, sko. Og svo er hann mjög góður líka bara að halda sér á lífi og svo kemur Nano, svo fær hann Prime últinn sín og þetta er ógeðslega erfitt. Já, hann nær að halda punktinum og nær að tikka inn fleiri prósentum, sko, það skiptir svo miklu máli. Núna allavega eru þeir búin að velja Kings Row. Höfðingjar völdu Kings Row. Og ég gerir bara ráð fyrir að Höfðingjar spili sama komp. En hvað heldur þú að í Kings Row heldurðu að tröll fari á brawl líka eða hvað heldurðu að gera? Já, ég held að það fer eftir hvort að þeir verði, þú veist, hvort þeir séu defense eða attack fyrst, sko. Þetta er rosa gott brawl map.
Mikið rétt. Svona rush komp. Og það verður mjög áhugavert að sjá hvað tröll gera á móti höfðingjum í Geturðu útskýrt fyrir áhorfendunum hvað er rush og hvað er brawl? Því það getur stundum verið svolítið líkt. Já, það er svona sem sagt komp sem að þú ert með Lucio, þú ert með Rein, Sarju eða Dífu, McCree, jafnvel Mei oftast. Í rushi þá? Og Bap, og þetta er svona komp sem volar off kannski Reinin og þeir rusha niður, skiljum við. Þetta er svolítið svona, spila svolítið sem svona kjarni og spila svolítið saman. En brawl? Það er bara svona sama, svona svipuð útgáfa, skiljum við, þú veist. Já, fólk nefnilega ruglar því oft á milli, sko. Ég held að sé bara það sama, sko. En... Já. Já. Tæknimenn okkar eru alltaf að setja vitlaus skor hvoru megin það er. En það er búið að lagast. Nei, smá skot á tæknimenn okkar. Prófum að sjá King's Row. Þetta er að mínu mati bara svona eitt besta mappið í leiknum í dag. Já, ég sammála þér. Þetta er svo fallegt mapp, hvernig það lúkkar og líka hvernig það er bara uppsett, sko. Það gefur, þetta er bara mjög skemmtilegt hvernig það er sett upp. Þú ert Hanzo, klifrar upp og ert komin í high ground, skýtur í gegnum, ert að skjóta úr mismunandi gluggum og alls konar svona, alls konar mismunandi angles getur verið að, já, þetta er mjög skemmtilegt mapp. Hvenær kemur mapp sem gerist á Íslandi, Gummi, getur þú sagt með það? Eitthvað sem væri, því það væri, Reykjavík, eitthvað svona Skólavörður stígur, eitthvað þannig, með Hallgrímskirkju og eitthvað þannig í bakgrunnum. Chat, hvað finnst ykkur um það? Chat, svarið, Ísland, svona íslensku fáni. Það er rosalegt. Íslenska fánan í Overwatch. Já, það er alltaf fánanir nema Ísland. Ég skil ekki hvað fyrir þau settu inn, þú ert með Thornbjörn sem er sænskur víkingur. Svo bættur við, held ég, Brigitte og hún er líka frá Svíþjóð, þú veist, af hverju gátuð ekki... Svo ertu með skins á henni sem heitir Sól og Máni á íslensku. Af hverju gátuð ekki bara gert hana að Íslending? Við sjáum allavega, já, góð punkt. Já, nóg það, en leikurinn á byrja, fyrirgeðu. Hospes er komin á Hanzoinn, en þeir spila löngir á svipuð kompi til Bróðkompi, en Sindri er á Juggernaut í Bróðkompi. Hvað finnst þér það, Leon? Heldur að það geti... Það er bara mikið damage, það tekur út... CND nær Messias. Það er mikið damage output allavega með þessum Juggernaut. En Hospes tekur út... Þetta er hnífi eftir það. Þetta er hnífi eftir. Myndi nær Finsa og Hospes tekur út CND. Þeir eru ekki með maintank núna. Gálgafrestur er úr. Höfðingjar virðast búin að ná tikki, ég er að ná öðru tikki. Það spurning hvort að Tröll ætlar ekki að testa það. Það glugga alltaf bara Sindri tekur út Messias. Juggernaut últar. Og það er langt í það. Hann næst það. CND er komin að punkta hvað testa. Þau eru komin með tikki. Þeir ná að halda. Þeir halda þessu, Gummi, þeir halda þessu. Þeir eru virkilega vel spilað og þetta Sindri tók svolítið mál í sínar eigin hendur að ná Juggernaut. Það tekur út Finsa. Sindri hann er rosalegur á sér Juggernaut. Ég hef aldrei séð Sindri á sér Juggernaut áður, en virðist vera að virka vel. Þetta er bara svo mikið spamm líka á Juggernaut. Þetta er rosalegt spamm. Mikið damage. Við sjáum höfðingja að koma aftur inn hérna. Hann últar, hittir ekki. Hvorugur hittir? Okkar sjálftir hann, en deyr samt. Sindri nær honum. Þeir nota glugga til að... og bít. Og nú eru höfðingjar, þeir eru með Graf, Dragon Combo. Finsi er með Graf. Og eitt tikk. Bara eitt tikk, þá opnast það. Bara eitt tikk.
Og þeir nota glaðið og Dreki kemur inn, rosalega Dreki. Og virðist vera bara höfðingjar eru bara að sigla fyrsta punktum heim. Já, þeir eru að sigla þessu fyrsta punktinum heim hérna. Og Mundi seinst að taka út. En virkilega vel spilað hjá höfðingjum. Já, það var ágætlega hratt. Þetta var svolítið svona clutch play hjá Sindra að svona halda þeim inn í að tefita hans meira með að ná últinu þarna og svo náða hann að kickum á junk. Sjáum höfðingi að vera aðeins að pusha mikið inn. Búa til smá plása og setja kartið hans áfram. Já, standarglópi er einn á punktinu núna. Á pilotinu. Nú eru tröll komnir tilbaka og þeir eru að testa kartið. Og Sindri kom með tægir út. Góður lappi hjá Kalla. Íló nær þremur í... Sindri er litli jeppinn á Junkrat, það. Sindri er rosalega. Sindri er litli jeppinn á Junkrat, það er rosalega. Við sjáum það á þeir eru núna safna saman liði. En þeir eru samt ennþá að pússa þessu og eru að regrúpa höfðingjar. Og þetta er bara aftur komið 6-6. Hann Windor, tveir Windor. Hospes fyrir ofan. Kálka fyrst ítar hann niður og tekur hann út. Og Mundi nær Mercians. Hinsi nær trölladrá. Og það virðist vera að tröll bara klífur upp. Já. Nú þurfa höfðingjar að safna saman liðið aftur og hugsa sér aðeins hvernig það ætla að tækla þetta. Höfðingjar eru með, að fá fljótlega Graf, Dragon kombóið sitt, en tröll eru samt með, þeir eru með 4 ulti núna. Þeir eru með Sindra, Tyre á junk, þeir eru með Beat. Þeir rössa Junkrat. Speed á Sindra. Ná honum ekki. Hann notar Tyre. Hann nær finnsta. Og Mundi nær strandvögn. Þetta er alveg bara fram og tilbaka hjá mig. Bara, maður veit ekki hvað er í gangi, sko. Já, ég er þetta að finnast þeir, sko, Þetta er svo mikið í gangi. En Sindri var þarna bara í hotninu þarna og notaði Tyre og náði finnsa virkilega og dó ekki, hann hélt lífi. Já, hann er með hann er ískaldur. Gaman að sjá Sindra á þessum Junkrat, hvað hann er búinn að vera að standa sig vel. Hann er bara að éta það á þessum Junkrat. Við sjáum að taka næsta. Finnsi er að fókusa á CMD. Hann úlkar fyrir aftan í næri engum. Mercians er tekinn. CMD fylg, CMD. Og þetta er Íló sem tekur út CMD. Katti er ennþá að fara áfram. Mundi tekur út Finnsa. Hann nota bombuna. Þá tekur út Kalda. Ná killur bara úr engi. Nú eru bara Mundi og Tröll að vera eftir. Rænum þeirra CMD er að koma tilbaka. Sjáum Hospes vera uppi en að taka hægra flank. Íló ákveður að bíða bara eftir liðinu sínu. Já, það er góð hugmynd, þeir eru með 15 sek eftir, sko. Og það er lítill tími til stefnu. Þeir eru með glugga, þeir eru með Beat. Höfðingjar, spurning sem nota glugga bara snemma og gluggi á móti Mundi með hæn út. Hann er engum. Sindri aftur! Með þessu, en þetta var... Það er Íló og Finnsi eru ennþá punktur. Sindri er einn eftir, svo Junk. CMD er komin aftur fyrir hardcore. Finnsi tekur út á móti CMD, hvað gerist? Strandaglópi kom til að hjálpa honum, þetta er bara Tveir lúsjóar. Tveir lúsjóar, þetta er svo skrítið. Hjálpa tökkunum sínum, Mercians er komin. Tekur út Reinhardt. Huge pick. Huge pick, Finnsi
sýna hversu megnur hann er. Gott beat. Sjá eiginlega. Góður lampi, tekur út strax. Mér sýnist þeir vera, wow, þetta var rosalegt. Finnsi krötsa þetta hann smá einn á lífi og þeir ná klíniti upp. Strandaglópi kom líka að hjálpa Finnsa. Já. Þetta var rosalegt. Það var alveg rosalegt að náðu þetta. Vel spilað hjá höfðingjum. Sindri átt búinn að eiga, hann ítlir ráðanlegur á þessari tjögn. Hann komin að Ekko. Tekur út Hospes með stík. Þeir finna fyrir pressunina, 6-5, CMT. Þeir ákveða bara að... Undir mínútu eftir, gummi, undir mínútu eftir. Þeir halda pressunni. Glöggum kemur frá... Mundi tekur rosalegt left flank hérna. Þetta er bara... Þetta er eins og einhver auglýsing frá rekstravörum, bara hreinsa til, sko, á heimilinu. Ja, núna þurfa tröll að... Nú hafa höfðingjar... Nei, höfðingjar fyrir ekki þau. En þeir eru með 4 úr. Já, þeir eru með útlandvend, það er rétt hjá þér. Þeir eru núna að koma 15 sekúndur eftir. Það gæti orðið erfitt. Þeir nota Graf. Og Dragon. Hann étur drekan. Gálgafrestur étur drekan frá Hospes. Gálgafrestur svangur í dag. Gott beat hérna á Sindra. Það virðist vera sem bara tröll. Já, Þeir eru að klínandi upp. Þeir hefðu ekki að ná ekki að út í enda. Vel spilað hjá báðum liðum. Mér finnst mjög vel spilað hjá höfðingjum að ná 3. punktinum. Að ná öðrum punktinum, meinur það ekki? Jú, öðrum punktum meina ég og það er mjög vel gert hjá þeim og það er spurning hvort þetta hafi verið nógu langt. Tröll spiluðu þetta ótrúlega vel og Junkratið var svolítið Það er alltaf jafn fyndið að sjá allir bara 3 kill, bara af últinu. Sindri, hann átti bara rosalega stórleik á Junkrat. Hann náði rosalegum tires og var að bara virkilega standa sig mjög vel. Heldur betur. Nú fáum við að sjá núna hvernig þetta fer hérna í... Heyrðu, þeir bara svissa upp kompinu sínu. Þeir taka Förru í attack. Þeir taka svona Förru, Ball, Tracer komp. Og eru með Dífu og Mercy pocket Farra. Á meðan að höfðingjar halda sig við bara sama kompið í raun og veru, þetta Rush komp. Og það verður mjög áhugavert að sjá bara hvort að Tröll bara nái að kappa með þessu kompi. 8 sekundur í þessu þvælu, hvernig heldur þetta fari? Nei, þú getur ekki, veist það ekki. Við erum bara að sjá. Já, við erum bara að sjá. Hospes gæti ná góðum wallsargar en nei. CMT á flegiferð, strax farin að fæta við Finnsa hérna. Og þeir loka Finnsa út hérna. Þeir fara bara beint í Finnsa. Finnsin er að flýja. Þeir forsa út lampa. Nú fær Farran að spreita sig. En nú er bara myndi bara á takkanum sko. Klikka skotum í þá. Þeir fela sinni í hóttir, þeir spýta á handurinn. Mér líka vel við það sem þeir að gera það. Og þeir bara taka CMT út. Virkilega vel spilað hjá höfðingjum að bara og ná senninum líka. Virkilega vel spilað hjá höfðingjum. En myndi er ennþá á förrunni. Og þeir ná mynda og eiginlara. Já. Þetta var virkilega vel spilað hjá höfðingjum. Höfðingjar. Bara sjá opportunity að spýta á hamsturinn. Þetta er þeirra heimavellir, það sást þarna sko. Þeir voru með yfirhundina og svo bara, herru, við bara förum í þá, bara BOOM! Bara BOOM! Bara bím, bara BOOM! Og síðan þeir eru komnir á soppur. Sindri. Áhugavert. Þeir eru að reyna á hakkið þarna á Ryan. Á Reinhard. Þeir bakka. Marcia snær út Mercy, mjög mikilvægt. Huge skill hjá Mercy alls. Mundir 1. Erfitt fyrir mynd að vera á bókið. Sindri nær út Hospes. Sindri er í baklínunni. Og Mercy alls.
niður í baklínunni bara eins og einhver rotta þarna kikka á niður. Þeir eru bara að taka punktin. Þetta var bara Sindri var þarna á sombrunni bara að skjóta á niður þarna. Já, í bak. Mjög svona áhugavert komp sem þeir eru að renna. Skemmtilegt komp. Þeir eru með EMP og Mines, Finnsi er með sprengju á dífunni og Kaldi er með glugga og Strandaglóp er með bít. Þannig að þeir eru svona smá, þeir eru bæði við 3. Sjáum Sindrana í bak á sombrunni og EMP. Þeir fara bara allir inn, ná. Gálgafrist tekur Kalda. Mines koma. Gálgafrist og nær út Strandarglópa. Virðist vera sem að Tröll séu bara að taka hennar fætt, notið öll últin sín. Já, það hefði engjar komað tilbaka með 3 últ, næstum því 4. Já, Mundi er kominn á Ash og Sindri er kominn á Mei. Þeir breyta núna eftir fyrsta punkt bara í svona standard rush-komp. Já, Farran er farinn. Farran er farinn og þeir eru komin með Rein. Og núna eru höfðingjar með 3 últ og spurning hvað er gera við þau. Íló er volaður off. Lampinn kemur út á réttum tíma. Bjargar honum. Þeir eru með glugga. Sjáum Sindra og Eilara. Í meilbætt. Finnsi bombarinn, Lampinn bjargar liðinu. Virðist vera sem að Tröll eru bara að ná pingum og eru bara klínið upp. Sýna enga miskunn hérna. Finnsi er bara að tefja núna eins og það getur. Og virðist vera sem að Tröll eru bara að ná öðrum punkti og með á mjög góðan tíma. Mjög góðan tíma, það er spurning hvað þið fá mikinn tíma. 3 mínútur og 50 sek til þess að komast. Til að komast, það er ekki langt sem þeir þurfa að komast, bara svona cirka helming. Þetta eru 2 beygjur á peylotinu. Það verður erfitt. Notið eru að halda eins og harkalega eins og geta. Sindri notar últið sitt og frísar nær 3 eða hvað. Bara Finnsi dettur niður. Og Eiðlari búbar Hospes niður. Þeir gjörsamlega bara klínindi upp. Bara fáránlegt. Og ná að vinna mark nr. 2. Þessi leikur var ekki eins jafn og hinn leikurinn. Nei, hann var ekki jafn. Það er eins og... Það var gaman að sjá hvað Tröll voru duglegir bara að Breyta til og það var svo höfðingjar bjuggust bara alls ekki við hvað var að gerast. Þeir bara vissi ekki hvað allt í einu kom. Sindri var á Sombru, svo var hann kominn á Mei. Hvað spilaði Sindri margar hetjur? Hann spilaði Junkrat, hann spilaði Echo, hann spilaði Mei, hann spilaði Sombru. Já, by the way, þetta var rosalegt play hérna hjá Lucianum Eilara. Já, þetta var rosalega. Þetta er einmitt það sem við vistum að þetta var að gerast. Já, húff. Nú þurfa höfðingjar að virkilega á sigri að halda. Þeir ætla að halda í vonina að vinna. Þú spurning hvað þeir velja núna. Þeir eru búin að velja Kings Row. Er það ekki svona heima venjuðir eða? Já, það er spurning. Heimavöllur. Ótrúlegu leikur, það er 2CP og, eða hvað það er 2CP. Temple of Anubis. Ef einhverju þurfa að fara á klósettið þá getið þið farið núna á klósettið. En ekki vera of lengi. Gætu mist af mikilvægum fætum.
það var áhugavert eins og sagðir að þeir breyta bara DPS-unum hægri vinstri, sko. Já, þeir eru ekki trættið við að breyta og það bara virka ótrúlega vel hjá þeim. Ég meina eins og ég sagði, Sindri, hann var að spila 4 hetjur í þessu mappi og mér fannst það bara virka ótrúlega vel hjá þeim. Þetta var svolítið góð ákvörðun að taka Junkrat í defense, sko. Þú nær svo miklu damage outputi á skjöldin hjá Reinhardt í liðinu, sko, sem út að keppa móti. Svo náðan held ég man ekki hvað var mörg, 2 eða 3 últum þar sem hann náði 2 eða 3 í einu, sko. Virkilega vel spilað hjá Tröll og örugglega óþægilegt að vera höfðingjar í þessari stöðu þar sem þeir bara breyta kompinu og bara sí svona og allt einu bara að díla við eitthvað allt annað en þú varst að díla við, sko. Vonandi hafa höfðingjar einhver svör undir erminni. Já, það verður mjög áhugavert að sjá hvort þeir svari fyrir sig í Temple of Anubis. Spurning hvort að Tröll haldi áfram á þessu ball-kompi. Gæti virkað mjög vel og föru í Temple of Anubis. Gerir ráð fyrir að höfðingjar haldi sig bara við ball-kompið, en það er spurning hvað gerist núna. Eða rush-kompið. Þetta er flott mapp, flottur stíl. En samt ekki uppbólst mappið mitt, sko. Það getur verið mjög erfitt að ná seinni punktinum í þessu mappi. Það sem spawnin eru svo nálægt. Það er hægt að stóla það bara endalaust lengi. Jæja. Sjáum þá að vera að pikka karakterana. Og Tröll eru að verjast. Þeir eru að spila bara svona knife comp. Á meðan að höfðingjar eru bara í sama rush-kompinu. Þeir eru með CNT komir á apan aftur. Gálgafrestir eru á Dífu, Mundi er á Tracer og Sindri er með Pocket á Echo. Og svo er Trölladrap á Önu. Og þú gefur mig 5 sekúndur til þess að kynna hitliðið. Já, við erum búin að, það er bara það sama og við erum búin að vera að spila svona. Nákvæmlega. Þannig að það er kannski ekkert að kynna það aftur. Og það er spurning hvort hvaða rotation höfðingjar ætla að taka. Sýnst þeir að fara hana til hægri. Já, þeir taka Herb og þeir ná Sindra út en hann verður líklega að resa. En þeir ætla bara til næja. Já, þeir ætla ekki að leyfa honum að eiginlega að resa, sko, ekki séns. Vel gert hjá höfðingjum að til næja resi þarna. Þeir eru bara að halda þannig að hann geti og þeir eru Takk gálgafrest úr mekkinum. Þeir eru bara að og síðan ekki komin að testa. Það eru allir á lífi hjá höfðingjum. Merchas tekur út CMD, það virðist ganga mjög vel hjá höfðingjum. Það spinnar Trölladrap. CMD fær res en ég held að höfðingjum muni bara að taka þetta. Þeir eru ekki búin að missa CMD deyr aftur. Og þeir eru bara að tryggja sér í raun og veru fyrsta punktinn, komið með 2 tikk, nála 3. Þeir Sindri nær kalda en þeir hafa 5. Og núna sjáum við þá gera allu hérna rosalega hratt. En Tröll eru stutt í últinn og líka bæði þið sem eru að fá. Horsfist tekur út Munda. Hvað gera þeir? Þeir ætla bara að fara beint á Guðsverða. Sindri er í bakgrunni. Sindri deyr aftur og Egillari. Þeir eru komnir á punktinn og eru að fara að tikka. Gálgafrest tekur út kalda, mikilvægt. Þeir eru komin með 1 tikk. Þeir eru komin með 1 og 2 tikk
CMD kemur og stoppar og Sindri á duplicate að ræða. Og virðist vera að Tröll sluppu með skrekkinn af hann. Heldur betur. En Mundi kominn á Doomfist, hann bara kominn í stólgýrin en myndi halda hann fara tilbaka og soppi aftur. Og höfðingjar komin 2 tikk og eiga 4,5 mínútur eftir. Já, þeir geta núna bara... Virkilega vel gert hjá höfðingjum. Mjög vel gert. Nú þurfa bara að vera með hausinn rétt skrúfana á og velja rétta mómentið. Þeir eru búin að vera að ná pikkum mjög early, höfðingjum. Við sýnist þeir taka hana hægra flank. Hægra rotation. Sindri í bak. Sindri væri það komur út Ívabomb. Og CMD kom með Nano og þeir klínir það upp. Egillar nota Valkyrina, nota 2 ult, nei þeir nota 3 ult til að stoppa þá. Já, en þú sér að Hospes ultaði líka, sko. Nei, var ekki Hospes bara að skipta? Eða hvað? Men hann notaði ekki ult, það var Mei. Já, hann var að skipta, eða hvað, já, ég sá það ekki. En allavega Hospes kominn á Reaper. Örugglega til að díla við CMD að hann alltaf í það. Sjá höfðingja. Rotation. Mundin rosa dynamite á allt liðið. Og hann bara að fá bob. Á 0-1. CMD með dynamite. Nota glugga og hæna út. CMD últar inn. Finnst þið einhvern mörgna? Sindri duplikatar. Íló. Það er bara að nota allt í hennar fight. Bæði liði nota allt. Það nota allt. Það eru 2 frá höfðingjum ennþá á punkti. Gálgafrestur nota bomb. Þetta var svolítið skrítið. Var þetta kannski missklikkað? Já, eða bara safe play kannski. Bara var ekki kannski áttaði sig ekki alveg á stöðunni. Já, þeir náttúrulega eru smá smekir með 1 tikk, við vita að því sko. Það er eftir að eiga 1 tikk, það er 2,5 mínúta og Tröll eru svolítið búin að koma tilbaka í þessum leik. Byrjuðu illa en eru núna bara að halda þessu nokkuð vel. Þeir taka aftur vinstri rotation. CMD alltaf í þeim. Spurning hvað gerist núna, Finns með Grá, Messians með Hænu. Þeir eru líka með Nano. CMD með Nano. Messians notar, hann nær Sindra með Hænu. Mercy tekin út að Finnsa, Mundi tekin út Kalda. Mundi nær rosalega dínamítið hana. Og það lítur ekki vel út fyrir höfðingja. Tröll eru komnir bara í gýrin. Þeir byrjuðu eitthvað illa. Þeir virðast alltaf að halda þessu. Nú er bara 1,5 mínúta eftir. En þeir eru samt komnir með 2 tikk og það gæti meira þess að bara verið nóg fyrir þá. Það er mjög erfitt að ná þessum punkt, eða þessum öðrum punkt í þessu mappi. Þú þurfa höfðingjar að sína út hvað þeir eru gerðir, sko. CMD alltaf að kýtla rasskinnar með þessu rafmagni sínu, alltaf bara í... Hann er alltaf hérna í þeim. Það er ekki skrítið að Hospes ákvað bara að fara á líka til að aðeins að... Finnst þið tekur CMD, hann... Þetta getur... En Strandar að tekur Mercy. Sindri notar duplicate. Mundi tekur Mercials. Hann notar bob. Þeir ætla bara ekki að taka neina sjensa. Það eru 40 sekúndur eftir. Gálgafrestur últar aftur. Þeir eru með Nano og þeir eru með Bomb og þeir eru með Prime og í síðasta bæt. Þannig að höfðingjar eru með, þeir eru með 4 og eru að fá 5 á leiðinni. Það er 20 sekúndur eftir. Nú er að döga að drepast. Það kemur út gluggi hérna. Gluggi og Íló er að færa sem er. Egillar í vesinni. Þeir eru að ná þessu! Næst í C9, sjá það! Þeir nota beat. Íló tekur gálgafrest. CMD með Nano
á punktinu. Það er bara CMD að halda punktinu út af Primal. Og þeir ná þessu. CMD, hann fer, það var svo lítið eftir að þykkinu að CMD fór frá í Hálfa sek, já. minna og þeir ná báðum punktum, virkilega vel gert hjá höfðingjum. Þeir voru með, hvað voru þeir með? 4,5 eða 5,5 mínútur. Þetta var rosalegt. En það er ótrúlega erfitt að ná þessum punkti og virkilega vel gert hjá höfðingjum. Þeir eru búin að setja sig upp núna í að mínum að þið svolítið góða stöðu bara að vinna þetta map. Hvað finnst þér? Já, mér finnst það líka. Það er bara, þetta er eins og segir mjög erfitt að ná þessum punkti sko og það er mjög mikill léttir fyrir þá að hafa náðum sko. Það er óþægilegt að vera að ná kannski bara 2 og vita að hinir eiga síðan sko sitt chance til þess að ná að takka og ná þessu alla leið sko. Já, þeir eru allavega búin að tryggja það að þó að Tröll nái öðrum punkti þá geta þeir spilað fyrir drawinu. Þetta veitir þeim kannski líka svona meiri léttir sko í undirmeðendinni sko. Já. Kannski geta spilað aðeins meira kreatífara og svona. Höfðingjar eru bara á þessu standard rushkampi sem þeir eru búin að vera að renna svona flest alla leikina, eða bara alla leikina, raun og veru. Á meðan að Tröll eru aftur með Furu og Sombru-kampið sem er virkilega erfitt að eiga við. Það er virðist þess að þetta sé go-to, þeir taka Furu í attack sko, sérstaklega í byrjun. Já, og virðist vera að virka vel fyrir það líka. Sindri er á Sombrunni. Sindri er að setja sig upp á Sombrunni bak við, ég veit það ekki að. Þeir vita á núna. Og það er spurning hvort að... Eins er að leita á honum. Spurning hvort það séu bara... Það tekur Tröll aftur á, mjög mikilvægt. Sindri hendir Íló niður. Sindri og Eiðar eru þarna að skjóta á liðið en Finnsi hann er að reyna að stoppa á. Sindri er komið bara bak við liðið þarna og er bara skjóta endalaust á og spamma út höfðingja. Nú eru þau komnir á punkt höfðingja og eru bara að halda á punktinu. Þeir byrja að umkringja á hérna. Sindri hakki á Íló. Mundi tekur út strandaglópa. Mundi tekur út Íló! Rosalega stórt hægum og þeir nota glugga höfðingja. Virðast vera bara að... CMD nær slammi á... Tröll komið bara tilbaka. Það verður erfitt að halda þessu. Það verður virkilega erfitt fyrir höfðingja að halda þessu núna. Eiginlega er kominn samt tilbaka á Lucio. Farran er kominn og er bara spammað þarna inn í þessu litla helmingi. Þeir þurfa að díla við þessa Furu. Það spurning hvort þið séu bara að reyna að stóla þessu. Það finnst ég komið tilbaka á dífinni. En... Finnst ég nær út CMD. Þeir eru komnir með nánast fullið aftur. En Mundi notar Barrage og nær út Hospes og þeir eru bara klínuð upp. Já, þeir virðast ná þessum punkti hérna, já, sáðferð. Á virkilega góðum tíma, en eins og við sáum á áðan þá voru höfðingjar í raun og veru minnir mig meira sem með betri tíma en þeir náðu rétt svo að kappa annan punkt, þannig að það er ekkert víst að þetta er ekkert búið fyrir höfðingja þó þau séu með þennan tíma. Nei, nákvæmlega, þeir voru með meiri tíma en þeir hinir áðan, sko. Þetta er erfiðasti punktum að kappa. Þeir þurfa að díla við þessa Furu, sko. Já, Mundi er búinn að vera á þessari Furu og ekki mikil pressa á honum þannig séð. Það er einfalt kringja skjóta og gáðgamstu nota bomb og EMP. Mercian slær Sindra. Nota frís, frista hamsturinn CMD. Þeir eru ekki ennþá komnir með tikk, eða tikk fyrirgeði. Virðist vera sem að höfðingjar hafi virðist vera að sé að halda þessu bara og þeir investuðu alveg
slatta últum í hérna fæt. Núna eru höfðingjar með yfirburða stöðu hérna með últunum Já, sínum. höfðingjar ættu að vinna næsta fæt, bara þeir eru með einmitt yfirbura stöðu últunum. Sindri komin á Genji, það er spurning hvort þeir eru að fara að farma í komnir á double kompið og með Genji. Hospice tekur út trölladráp. Þetta ég vissi þessu. Hann fær res, en þeir ætla bara að halda pressun í gangandi. Eiginlega er ekki með resið, eins og þú segir, mikilvægt. Spurning hvort þeir farmi bara í Nanoblade og ætla bara að klára þetta þannig. Mundi er með ulti sitt og hann er að færa sig nær liðinu. Finnsi veit á honum, þannig að Við vola út CMG og Sindra, en þeir ná að komast í burtu. þetta er góð vol hjá Hospice, mjög góð vol, en þeir náðu að sleppa. Sindri heldur áfram að tikka inn últunum hérna, að reyna að farma. Og Tröfnum er með nano, eða spurning hvort þeir notið það á Apan eða hvort þeir notið það í Nanoblade. Höfðingjar eru með 6 últa að nota fyrsta últinina. 3 últar Þeir nota 3 últa. og ná engum í einum. Þeir ná. CMT 1 niðri. Úff. Og Tröll þurfa svona bökkbakka aðeins og eru kannski bara að ríkgrúpa núna, bíða eftir mitt. Og það er auðvitað að búið að setja á CMG, að CMG er búinn að vera rosalegur á Mokki. Nú er Sindri að fara að taka Genji ult og Egillar er að fara já, hann er að fara að nanobleita og Egillar er að fara að damage boosta kauða. Það er spurning hvort þeir noti bara allt sem er eiga og vona bara að þeir vinni fætinn. Já. Þeir eru, en Strandaglöp er með beat sem gæti denyað eitthvað af þessu. Hérna kemur það. Nanoblade, Sindri komið 1, 2, 3, 4, 5. Við getum bara kennt krökkum að læra að telja með þessu. Og myndi eyðileggur 6 kills hjá Sindra. Þeir bara tekið út alla. Þetta var rók. Það tók út alla. En Ílo er komin á hamstinu og tilbúin að Stóla. þetta. Þeir eru komin með 2 tík. Sindri, eitthvað Mercial. Sindri, hann legtar útinu á Mercial. Finnsi er að gera sitt besta að stóla eins og hann getur. Hamsturinn er að koma aftur inn að stóla. Þeir verða að snerta núna. Það er ekki mikið eftir. Það er 1 mínúta eftir. Hospice kemur á Doomfist. Er tekinu út á mynda. Þetta lítur ekki vel út fyrir og þeir kappa. Og nú er staðan hannig að Tröll hafa 1 mínútu og 52 sekúndur til að í attack á meðan að höfðingjar hafa bara 1 mínútu. En ég myndi segja að þetta gæti fara á báða vegu. Já, 100%. Þetta er, þú sást áðan hvað höfðingjar voru rosalega fljótir að kappa punktinn. Þeir náðu punktinu bara á, undir mínútu, fyrsta punkt. Og þeir gera það sama aftur, þá gætu þeir jafnvel bara unni leikinn. Þetta er mjög tæft, þetta er mjög tæft. Og mér finnst ótrúlegt hvað þeir eru fjölhæfir Tröll. Þeir eru bara að breyta svolítið kompinu bara eftir punktum og eftir. Þeir eru ekki hræddir að breyta, þeir eru greinilega búin að æfa sig vel og þeir eru að taka núna þetta dive sem þeir tóku sama komp áðan og það gekk ekki nógu vel hefur maður halda fyrsta punkt en þeir halda sig samt við kompið. Það er spurning hvort að höfðingjar nái að kappa fyrsta punkt aftur svona hratt. Við sjáum til. Gálgafrestur búinn að skáta og það er bara sama gamla kompið á höfðingjum sem við búum. Höfðingjar virðast vera að taka þarna hægra flank, vinstra flank fyrir þá. Taka þetta rotation. CMD hopp inn eins og hann gerir alltaf. Finnst í ítir hann út af. Þeir eru komnir með góð stöðu hérna. Komnir með þetta hægland og CMD er bara alltaf í þeim. Það er bara alltaf í þeim.
spurning hvað rotation að fara. Þeir að taka topp, það er greinlega að flusha út önunni niður. Hún hoppa bara niður sjálf. Það eru 20 sekúndur á klukkunni. Nú þarf eitthvað að fara að gerast. Og við sjáum Tracer vera í bak. Tracer komin í bak og Ílo komin að kontesta. Texti hans deyr. Ílo tekur Æ, ölladráp. En Mundi tekur main healinn þeirra til að svara fyrir það. Einn healer og einn healer. Og þeir C9! Þeir C9 punktinn. En þetta er ekki búið. Þetta er ekki búið. Þeir hafa bara 1 mínútu og 52 sekúndur til að ná einu tikki og þeir gæti enda í jafntefli. En Er það búið að gerast einhvern tímann í mótinu eða? Ég er bara ekki alveg klár á því, en ef Tröll nær ekki tikki þá er þetta bara komið í jafntefli. Og Tröll eru komnir í svolítið skemmtilega stöðu núna, eða þægilega stöðu kannski, að þeir geta ekki tapað þessu mappi og þeir geta bara unnið á meðan að höfðingjar þurfa bara að berjast fyrir lífi sínu hérna. Þeir tapa þessu þá þeir búin að tapa leiknum. En höfðingjar hafa, ég hef full að trú að höfðingjar gætu haldið þessu. Já, það er áherslu að sjá. Þeir þurfa að hafa stáltögur núna, þeir þurfa að trúa á liðið, sko. Já. Sjáum þá. Þeir eru á sama kompu og notuðu á hann í Sombra, Pharah, Mercy og Boltinn. Þeir eru bara að renna á því út. Og spurning hvort höfðingjar ná að halda þessu. Zenyatta sé ég. Zenyatta og Mercy. Mundi er bara að spamma það aðeins út af með hægrápinum og setja contesta-punkt. CMD er strax farin að stríða. Standardglóði tekur Syndra. Syndra, þetta er huge hit. CMD er að harma áttu sitt og hann er bara tekinn út. Vel gert hjá höfðingjum. Zenyatta dífa í slæmri stöðu, þeir vita því. Þeir ætla bara að spýta á dífuna og Zenyatta og bara klára þetta. Stálgrafs tekur standardglópa. Þeir taka út dífuna og Zenyatta. Sindri er mættur til að farma útið sitt. Og CMD er ótrúlegur á þessum hamstri. Já, hann færir athyglinna. Hann er alltaf að contesta punktinn og þeir eru bara, þeir geta ekki gefið tikk frá sér. Hospice notar. Mundi nær Messias. Ílo charger inn og er í vondri stöðu núna. Og hann er... Mundi nota bara as. Og það virðist vera sem að Tröll eru bara að fara að ljúka þessum leik. Mér sýnist það Guðmundur, menn... Og... Við sjáum GG's in chat. GG's. Tröll vinnur 3-0. Vel spilað hjá báðum liðum. Play of the game. Og nú kannski fáum við leikmenn og liðunum í viðtal. Fáum að heyra eins. Við sjáum þetta hana. Það var náttúrulega bara... Þetta bleit hjá Syndra. Við erum það eins og við urðum að einhverju leikskólakennurum að kenna teljakkum við. Já, við vorum að kenna bara 1, 2, 3, 4, 5, 6 sko, þarna. Mundi með rosalegt damage á þessari föru líka. Vel spilað. Og það er bara spurning hvort að við fáum að fá einhverja í viðtal. Heldur betur. Sýnist að hérna GKR, hann skuldar með 5.000 kall, gummi. Hann hélt að ég myndi vera með eitthvað dónaskap hérna í... Hæ? Já, hann skuldar með 5.000 kall. En nóg það. Hvernig fannst þér að hérna lýsa, gummi? Mér finnst það bara gaman og maður er að reyna að fylgjast með þessu og það er svolítið erfitt að lýsa eða það er svo mikið í gangi oft.
Já, Nota- koma 3-4 últar. og Sama maður veit tíma. ekki alveg hvað maður á að segja því það er svo mikið að segja. Já. Skilur. Það var hann tekur þennan og hann tekur líka þennan og... Sérstaklega í þessum, þú veist, þessum rushcoms, á móti rushcomp og það, þú veist, það er svo mikið í gangi. Það er svo erfitt, þú veist, svo bara deyja kannski 5 í einu og þú veist þig líka sjálfur hvað er í gangi, sko. Þannig að það er svona erfitt að lýsa því, en þetta var bara... Þetta var skemmtilegt. Þetta var bara skemmtilegt, sko. En já, við þurfum að fara yfir í hérna, hann er kominn Strandaglópi. Já, fáum Strandaglópa í viðtal og... Hæ, Halló, Halló! góðu kvöldi. góð kvöldið. Strandaglópi, hvað segir þú gott? Ég er bara í góðu skapi, sko. Það ekki, Jú, það var svolítið back and forth þarna, ha? já, algjörlega. Þetta var svolítið close allir leikinnir, sko. Já. Já, þetta var mjög close á Ilios og þið vinnið fyrsta punktinn og svo ná Tröll að koma tilbaka. Virkilega vel spila hjá ykkur. Fannst ykkur, var það svolítið að fara í ykkur að þeir voru svolítið að skipta upp kompinu oft? Já, við vorum að búast við Double Bubble frá þeim, sko. Sarja Monkey og eitthvað svona fiasko, sko. En ég veit ekki. Sombran og Faran var frekar pirrandi, sko. Þið voru ekki búin að, þið vissur í raun og veru ekki að þeir væri að spila það komp eða þið voru ekki búin að undirbúa ykkur í það, þetta þess að bolta og sombra komp. Sko, ég hef greinilega gerð ekki heimaðanum mína, en ég var ekki að búast við sombrunni, sko, og boltanum. En, þú veist, við vissum planið þeirra er að Monkeyn fíti og þeir fá nano og vinna síðan fætinn, skilur. Við vissum það alveg, sko, en þetta var svolítið mikið að díla við, sko. Þegar Faran er líka á eitthvað. Já, þetta var samt svona að horfa á leikinn, þetta var mjög close og þið stóðu ykkur virkilega vel í þessum leik. Kannski leikurinn sem var kannski svona minnst close var í raun og veru kannski Kings Row og kom ykkur á óvart kannski að sjá Junkrat á móti ykkur. Voru það búast við því? Já, persónulega þá var ég fast bara skrítið, sko. En það er samt svo mikið hags að halda hann í hótel með Junkrun. Gæinn var líka með ripp þegar cooldowni, sko. Það var ekkert eðlilega pirrandi. Já, hann var bara að ná 1-3 bara í hverju ripptæðir og var bara að fá það mjög consistently. Já, Sindri var sturlaður í þessu leik, sko. Já, það er rétt. En hvað, ef þú myndir þurfa að nefna einhverja MVPs, hverju stóðu sér vel hjá Tröll? CMD er náttúrulega sturlaður á þessum APA, sko. Hann Já, hann er alltaf Já, bara... ég myndi segja bara, já, CMD og Sindri þeir deila þessu verðlaunum. En hjá ykkur, hvað fannst þið svona standa upp úr í liðinu ykkar? Finnst ég var góður í ELO á ræninum. Hann blokkaði alla sjattara í leiknum. Þeir voru kannski ekki margir en þeir voru nokkrir og Já, og hann átti nokkra stóra sjattara líka, sko. Þið eru svolítið búin að breyta upp line-upinu á liðinu. Elo var að spila DPS og er núna kominn á tank. Er einhver sérstök ástæða fyrir þessum breytingum? Hann var alltaf tankplayer, sko, og hann, svo voru alltaf Jón að rýna og Ingo bara byrjaði að poppa off og var ógeðslega góður á DPS, þannig við vorum bara eitthvað að breyta til og pæla í hlutum og æfa eitthvað. En hann er insane á tankinum og við viljum hafa hann þar. Hann og Finnsi er svakalegt tankdúo, sko. Já, þeir stóðu ykkur vel og Tröll náttúrulega lið sem hefur ekki tapað leik í mótinu. Þetta er kannski ekki léttasti leikurinn fyrir ykkur að fara í. Nei, vissulega ekki, sko, en Þið stóðu ykkur bara, þetta var alveg close í Ilios og Temple Anubis. Og Temple of Anubis var líka, við náðu virkilega góða pussi í fyrsta punkt og náðu honum mjög hratt og virkilega vel gert að ná líka bara second point og maður vissi líka ekki hver myndi vinna hann leik. Nei, já. Við vorum allir peppar eftir náðu fyrsta punkt, sko, en svo
er þetta svo erfitt seinnapunkt að hérna, en við náðum því allavega þú veist, á endanum. Var það ekki C9 eða eitthvað, þannig að Jú, það var C9 miður en það fannst þér samt þetta Genji pick þarna í endan hjá þeim til þess að ná loka metrónum hérna. Ég man ég callað út og ég var svona ok, ég veit ekki alveg hvað er að búast, en svo er hann krakkaður á þessum Genji, þannig að sást í play of the game-inu líka. Þú kollar það út en þeir ekkert að þið breytið ekkert samkvæmt því, þú veist, þeir ekkert að Nei, þú veist, kannski eftirhaukja hefði hann að gera það. Já, það er, þú veist, kannski, já. En já, það var líka illa pirrandi að hann draf mig í bítinu mínu þegar hann náði þessu playið, sko. Það varst að býta þegar hann bleitaði. Já, Það er litli Það er- yfirstjórinn. jacket meira pirrandi en þegar það gerist, sko. Það er enda svolítið óheppilegt að kannski hefði hann ekki náð 6 killu með, en svona... Nei, hann hefði aldrei náð því, sko. Nei. Nei. Hann gerði þetta líka í Kings Row maður, með Riptire, það er alveg fyrir sálina, sko. Já, sem Lucio spilar þá fær það bara eins og hnífur í hjarta, sko. Já, ángríns, sko. Þetta eru stundum bara sekúndur sem að, eða bara hálf sekúnda kannski sem að maður getur bjargað einhverju en svo bara fellur allt. Já. Þetta er líka pirrandi er að þetta er, þú veist, sennilega eitt hægast ulti í leiknum að ná, sko. Já. Já. En allavega takk fyrir að koma í viðtal og við óskum ykkur bara góð skemmtun í næstu leikum og það er gaman að horfa á ykkur og gaman að sjá að þið eru bara hörku lið og eru til alls líklegir í næstu leikjum. Yes sir. Bara gangi ykkur vel sömuleiðis og takk fyrir að kasta leiknum og hafa gott í kvöld og... Sömuleiðis skall. Sömuleiðis. Yes sir. Ok, hafa gott. Takk. Bye. Halló, Egill Ari. Góða kvöldið. Jó, Sælir. Til hamingju. sælir. Takk. Hamingju. Það er geggjað. Já, hérna kannski spurningin er, þið eru svolítið fjölhæfir. Eru þið búin að vera að æfa þessi komp eða voru þið svolítið búin að stúdera höfðingja? Já, við erum búin að vera að æfa þetta sko. Við hefðum svona í huga come up, við heldum að við myndum spila og svona, við vissum hvaða komp svona cirka þið voru að fara að spila. Æfðu þið Kings Row að þið byggust við að þið myndu vinna fyrsta mann? Já. En hvað með, þú veist, eins og Temple of Anubis, vissu þið að þeir myndu velja það líka, þú veist? Já, ég ætla bara að segja það. Þannig að þið í raun og veru gerðu bara ráð fyrir að þið myndu vinna fyrstu 2 leikina og... Allan daginn, við erum með sjálfstraust. En þið gerðu, þú veist, ef þeir hefðu unnið þarna Ilios, voru þið ekki búin að gera ráð fyrir, þú veist, hvað þið myndu pikka? Jú, við erum alltaf með plön. Já, Ef eitthvað fyrir úrskiði, sko. þú þarft ekki að segja mér, sko, Nei. hvað mapp þú ætlar að velja, sko, en... Nei, ég ætla ekki að líka það, sko. Nei. Hvernig var svona að spila leikinn? Þú varst mikið á Mercy, ekki satt? Jú, Og Lucio. Og þú varst að horfa yfir Takk. The Battlefield og... það er rosalega gaman að vera bara að pocketa og fólk að poppa off, sko. Þú pocketaðir ekki Genshin á hérna Temple of Anubis. Já, það er rétt. Já, við vorum ekki með förrið þá, samt. Já, það er Förrinn. ákveðin. Já. Og hérna, þið eru tablusir í mótinu og hérna, hafið þið trú á því að þið vinni alla leiki í mótinu? Eða planið? Það er planið. Það er alltaf planið. Vinna allt. Hvers konar spurning er þetta, Gummi? Nei, bara hver fannst þið svona að vera bestur í höfðingjum og hver fannst þið vera svona bestur kannski í ykkar liði? Höfðingjar, þeir hafa náttúrulega Finnsa, sko. Finnsi er mjög sterkur á þessum off-tanks. Mikið að setja pressu á mig, mikið á Mercyinu og eitthvað þannig, sko, alltaf að fljúa um. Þú veist, það er erfitt að vera að segja einhvern annan en Finnsa, en ég veit að Mercy alls var að hitta nokkuð góð skot, alls mér. Hvað sagðirðu? Mercy alls. Já. Já. Það var hitt einhver skot og svona náttúrulega Elo á rænunum, hann er alltaf mjög finn á því, sko. Þetta var svona
það er ekki hægt að segja að við rústa leiknum eða neitt þannig. Var þetta erfiðari leikur en þið byggust við? Nei, ég myndi ekki segja það. Þið byggust bara við hörkuleik og þið voru bara tilbúinir í bara alvöru slag. Já, bara allan daginn. Við erum að vera tilbúin fyrir allt, sko. Sérstaklega eftir að leika í síðustu viku, sko. Já, þið voru á móti Bölvun í síðustu viku og unnu það 3-2 og það fór svolítið svona... Það voru kannski ekki að vanmeta neinn lið eftir það, þið voru bara svolítið á jörðin eftir þann leik kannski. Já, algjörlega maður er bara að fókusa allir svona orku á leikinn, sko. Já, þið takir bara einn leik í einu, þú veist, og fókusið bara á þann leik sem kemur. Já, akkurat. Já. Leo, varst þú með einhverjar spurningar? Ekkert mikið, sko. Ég eftir svona MVP okkar liði. Já, Ég ætla að segja mig sjálfan. Þú stóðst þig. En shoutout á Sindra með þessi fucking Riptide og Genji Blades, spila hvað sem er, sko. What the hell? Sindri var rosalega stór í þessu leik. Er Sindri búinn að spila mikið Junkrat? Ákveða það eitthvað fyrir leikinn? Já, við vorum bara með í huga, hvað, ef ekki spilað Junkrat á Kings Road Defense? Var þetta bara svona hálftíma fyrir leik? Já, ég get alveg spilað Junkrat eða... Nei, ekki alveg, við vorum bara, við nefndum ekki að spila Mei. Já, Sindri hann deliveraði feitt á þessari Junkrat og bara vel spilað og við vorum einmitt að tala bara Sindri hann spilaði sko 4 DPS-a á Kings Row. Já. Og það var alltaf eitthvað nýtt sko. Hann er flexible. Þið bara allir voru mjög flexible og bara breyttu þegar þið þurftuð og það virkaði bara mjög vel. Yes, maður þarf að vita hvernig maður þarf að skipta sko. Það er mjög mikilvægt. Þetta var bara mjög vel útfært hjá okkur og ég ætla bara að óska ykkur til hamingju með verðskuldaðan sigur. Já, takk. Gjörðu svo vel, Egil. Gjörðu svo vel. Já, ég ætla að þakka fyrir þessi kasti líka, það er ekki bara að kasta á þetta. Já, ekkert mál maður. Við erum alltaf til að koma inn og hjálpa samfélagina. Já, akkurát. Ég hef ekki meira, ertu með einhverja fleiri spurningar, Leo? Er þetta bara kannski komið bara... Já, það er komið gott. Eru eitt í endan verið að followa Twitterið, tröll undirstrik of? Já, allir að followa Hvað það er? Tröll, undirstrik? OF, nei, og 12F. Það er á Twitter? Já, Twitterið. Já, allir að followa Tröll á Twitter? Kjárðu. Já, okkur. Eiginlega má Danni er að stjórnum sem góð gæi. En allavega. Og svo ætlum við að minna á að þetta er ekki búið í kvöld því að á eftir er Böðlar á móti Bölvun og sá leikur er 20-30. Þannig að þetta er svo spennandi mót og það er svo mörg, ég ætla að spyrja þig kannski eina spurning í lokin. Já. Finnst þér þetta ekki vera bara skemmtilegt mót og finnst þér ekki gaman hvað eru mörg sterk lið í þessu móti? Mér finnst það geggjað. Ótrúlegt að það getur verið close leikir í hverju einustu viku. Það er allir sterkir sko. Það er ekkert garantíð. Það er engin eitthvað að það geta allir unnið alla og allir tapa á móti öllum eitthvað með finnst manni. Jep. Og Egill Ari, bara vel spilað hjá þér og liðinu og við óskum ykkur bara til hamingju og gangi ykkur vel, bara grilla hamborgara eftir og fagna. Já. Takk fyrir mig. Takk fyrir. Egil. Kíkja. Ég ætla að minna aftur á leikinu á eftir og Bölvun. Böðlar á móti Bölvun og Bölvun er svona spútniklið í þessu móti að mínu mati. Bölvun er rosalegir. En Böðlar unnu náttúrulega síðasta mót en Bölvun er að koma inn. Þeir eru bara, við spilum náttúrulega mótið þeim og ég var bara í sjokki hvað þeir voru góðir. Þeir eru rosalegir og þeir voru á móti Tröll í síðasta leik og voru ekki langt frá því að vinna leikinn. 3-2 fyrir Tröll á móti Bölvun. En Böðlar eru líka búin að vera mjög sterkir en þeir töpu líka 3-2 á móti Tröll. Þannig að þetta eru lið sem... Já, þetta eru tvö lið sem töpu 3-2 á móti Tröll.
Þetta tvö lið sem eru mjög sterk í þessu móti og það verður gaman að fylgjast með því klukkan 20:30 á eftir. En ég... 20:30. Ekki fara neitt, bara náðu í popskálina og helli í einhverju góðu gósi með klökum í og hérna, en allavega í kvöld þá ætla ég að þakka fyrir mig, Gummi Coleman og Leo, vilt þú þakka fyrir þig líka? Já, ég þakka fyrir mig, Lil Zario. Við erum báðir í Selir Selfest. Báðir í Selir og við erum taplausir, enn sem komið er. Þannig að ég ætla bara að koma því fram, en ég ætla bara að Já, hann jinxaði sig. Takk fyrir að horfa og bara... Já, við ætlum að shoutouta Nag. Hann er meistari, algjör meistari. Leif okkur að kasta þessum leik, að treysta okkur fyrir því. Að treysta fyrir. Og já, hérna, ég veit ekki, já, bara geggjað. Já, bara GG. Og við verðum bara að vera duglega öll að senda linka af Twitchinu á alla í Messenger og... Á alla, já, það er rétt. Og senda á alla vini og þeir að keppa og svona, það er gaman fyrir fólk að fylgjast með þessu. Mamma, ég er að keppa, sjáðu. Þú senda henni link, skilju. Það hjálpar allt, sko. Nákvæmlega, heyrðu, ég þakka bara fyrir mig kvöld og... Hundarnir er farin að gelta, þau verður að fara út með það. Já, satt. Ok. Ég er farin. GG. Já, GG.